Góðir gestir, velkomin í bókasmygl. Þetta er annar þáttur menningarsmygls, en fyrsti þáttur bókasmygls. Við verðum að tala bækur og bíómyndir til skiptis á sunnudum. Og núna er kominn tími til þess að fara yfir jólabókaflóðið og svo munum við líka fjalla aðeins ritlaunin og sitthvað fleira. Og hingað eru komnir tveir góðir gestir. Sá þriðji farfallaðist á síðustu stundu vegna óvæntrar sýnatöku. En hjá okkur í sættinu eru Soffía Auður Birgisdóttir og Gauti Kristmánsson og þau eru bæði bara ansi vel lesin í jólabókaflóðinu, veit ég, og við byrjum bara á Soffíu. Geturðu bara sagt okkur hvar þú búin að skrifa skáld.is og hvað ertu búin að vera að bardúsa annað þessi misserinn síðustu? Já, ég starfa hjá Háskóla Íslands sem fræðimaður og er bókmyndafræðingur, þannig að ég er sífellt að lesa og skrifa bókmyndir. Það er mitt starf, ekki leiðilegt. Ég starfa semst á rannsóknarsetri Háskóla Íslands á Höfn í Hornafirði, þar sem ég búið undanfarin 15 ár. Og hvernig er bókmyndalífið það? Það er bara ágætt, það er bara undir okkur komið hérna sem að höfum áhuga á bókmyndum, hvað við gerum. Við fáum oft til okkar rithöfunda, alltaf fyrir jólin erum við með bókakvöld og fáum nokkra rithöfunda í heimsókn og svo höldum við hérna á rannsóknarsetrinu og oft í samstarfi við menningarmiðstöðina málþing, ráðstefnur, upplestra. Fengum til dæmis á síðasta ári til okkar rithöfund úr hópi innflytjenda sem var mjög skemmtilegt og þannig við reynum svona að halda einhverju bókmyndalífi hérna við. Já, en ef við bregðum okkur söður, Gauti Kristmánsson, þú hefur verið að flytja gagnrýni í Víðsjá á RÚV og hvað ertu svona búin að vera að brasa annað? Já, ég er náttúrulega bara kennari hérna upp í háskóla og þarna og starfa við það svo ég verið að þýða bók eftir Thomas Mann sem ég vona ekki að koma út á þessu ári, heldur kemur út á þessu ári og helst í vor ef hægt er en þarna, það er svo sem allt og sumt það er mína ærokýri, ég náttúrulega lifi og hrærist í bókmyndum líka eins og Soffía. Og já, þannig að við erum í rauninni, ég svo sem hefur verið að skrifa fyrir Stundina gagnrýni, þannig að við erum alls svona búin að lesa góðan slatt af jólabókaflóðinu, en þetta náttúrulega einhverjar mörg bækur, þannig að bara svo ég var lesandi við að við erum ekki búin að lesa allt og hérna sem ég náttúrulega engin nær í þessu svakalega flóði, sem náttúrulega merkilega stórt kannski, bara með að við ekki stærri þjóð og en svona kannski með því að fá bæði Soffía og Gauta þá erum kannski komið með svona einhvern vís af heildarmynd, en bara sjáum til hvernig það kemur alltaf út. Og já, bara við byrjum bara hérna á þessu jólabókaflóði sem kannski er kannski ennþá helstu tíðindan margfaldi bókmyndurum, bara svona það er rólegt í janúar, þó að sé aðeins kannski að byrja að koma eitthvað. Já, voru einhverjir hápunktar fyrir ykkur? Bara eitthvað sem stóð upp úr í flóðinu, ef ég byrja bara á Gauta. Já, það er svona, mér fannst, það var reyndar smásagnarsöfn sem kom mér þarna, ég ekkert á óvart, en voru ánægileg af því að smásagnarsöfn hafa oft fengið svona verið hotdreka í bókmyndumræðinu, en bæði Kristín Ómarsdóttir og Ísak Harðarson eru með frábær smásagnarsöfn og bara mikið gaman að lesa þær og það áttar mig sig líka á kostum smásögunar með við skáldsöguna sem getur verið löng og tekið mörg kvöld að klára og svo framvegis. Þannig að það svona kom mér á óvart, svo líka náttúrulega, þetta var eiginlega haustbókaflóð fannst mér, það kom töluvert af bókum út í haust svona, og það var unga fólkið, ungar konur mjög mikið, sem voru að koma út svona fyrstu bækur og annað og það lofar góðu, það sem er að vaksa upp í þarna landinu.
Kannski aðeins ég svona grípa þetta með smásögunar. Ekki svona pínu bara, mér finnst kannski lítið verið að geta smásögunum fyrir ekkert mörgum árum. Eru þar að koma sterkar inn, svona, einhver bylgja að koma? Eða? Já, ég tek undir þegar Gauta. Ég hefði nefnt þessar 2 bækur sem hann nefndi strax sem svona hápunkta, bækur Ísaks og Kristínar Ómars. Og við höfum séð smásöguna vera að vaksa. Spurning hvort að, Gauti, heldur þú að smásögur heimsins hinn 5 bunda ritröð hafi kannski haft þarna einhver áhrif? Það kann vel að vera, já, mér finnst það ekki ólíklegt. Það náttúrulega stórkostleg viðbót við bókmennaflóruna og kannski hafa höfundar, þau eru náttúrulega mjög reyndir höfundar, bæði Kristín og Ísak, en þá hafa kannski höfundar séð að þarna eru tækifæri. Já. Og ég vona að unga fólki sé að lesa þetta sko, og svo framvegis. Þetta hefur verið svona stigveldi sko skáldsagan á toppnum, svo koma kannski ljóðin og síðan smásagan. Þetta kannski bara tilbúningur hjá mér, en maður hefur svona haft á tilfinninguna að þetta stigveldi sé til í bókmennaheiminum sko. Já, við munum líka þá tíð að það var bara næstu því ómögulegt að fá útgefið smásagnasafn, af því það var bara talið dautt form eða ósöluvænt og reynda gilti það sama ljóði fyrir örfáum árum. Já, það hefur eitthvað breyst sko. Mér finnst eins og ef ég ætti að tala svona helstu tíðindin í íslenskum bókmenntum, ekki bara í ár, heldur kannski undanfarin 2, 3, 4 ár, það hvað ljóðið hefur risið sterkt upp aftur hjá ungum höfundum. Og það finnst mér mjög merkilegt. Já, þau sem að segja að unga fólkið sé að bera uppi bara þessa bylgju sko, að vísu eru reyndir höfundar að gefa út mjög góða bækur líka. Ég nefni Ragnar Helga núna og fleiri og þannig að það hefur bara, ég veit ekki hvort að þetta ber sig mikið, þetta náttúrulega lítil forlög sem að gefa þetta út svona og þetta ekki alveg sjálfsútgáfu lengur, það einhvers konar ritstjórn á þessu, þau hópa sér saman, það var kannski þarna Nikur og Nýhil sem byggu til módelið að þessu formi útgáfu, að hópa sér saman nokkur ung og þau náttúrulega líka þekkjast og hittast í ritlistin í Háskóla Íslands og þannig að... Hún það Svikaskáldin, stelpunar þar. Þær voru nú reyndar að gefa út mjög góða bók og líka... Já, olíu og líka sko var svona smásögur en ekki smásögur, það var svona smásagnaflétta af svo má orða og mjög flott bók og þannig að það er mjög margt gott að gerast sko. En ég var að heyra hjá einum höfundi að sko að markaðurinn er alveg ramskakkur vegna þess að Hagkaup og Bónus taka ekki bækur frá litlu forlögunum. Þeir nenna því ekki og þannig að það bara, þau fá bara inni í bókaverslunum, formlegum bókaverslunum en það verður sko eftir að þessir stórverslanir fóru að taka yfir bóksölu þá náttúrulega fer mjög mikið af sölunni fram í þessum búðum. Þetta er illgresi eða kæfandi fyrir nýtt blóð í bókmenntunum. Já, þetta góður punktur af því að einmitt sko manni finnst mesti vaxtarbrodurinn vera hjá ungu fólki og þú nefndir Ragnar Helga sem nú kannski ekki með þeim yngstu en hann með svakalega sterka bók, Laus blöð og svo sko til að nefna einhverja fleiri titla þá náttúrulega Tandtaka Þórdísar Helgadóttur og það væri hægt að nefna margar ljóðabækur og af skáldsögunum Merking eftir Fríðu Ísberg sem hluti af þessum Svikaskáldahópi. Jú. Og já, þetta ég hef ekki hugsað út í þetta mjög athyglisvert. Það þarf að kannski að reyna að vekja athygli á þessu og fá stórmarkaðina til að endurskoða sitt val. Já, ég meina ef þeir eru að garfast í þessari verslun þá eiga að minnsta kosti að sýna öllum leikandum virðingu. Finnst mér. Já. Og kannski líka, þetta eiginlega kannski tvær spenningar, annars vegar að fá stórmarkaðina til að taka sem flest inn
en kannski ekki síður bara að versla við bókabúðina, jafnvel þó að kosti einhverjum örfáum krónum meira. Já, ég geri það alltaf, sko. Og helst ég vel bara bóksölu stúdenta, svo ég ekki áráði fyrir henni hér, en það náttúrulega líka annað úrval og svo framvegis, en ég meina, ég versla líka við bókabúðir og þarna, þú veist, auðvitað kannski fólk sem þarf að horfa í peningin meira en ég, þá kannski þarf það að fara þarna inn, en þarna oft eru nú þessar litlu útgáfur ekki að okra neitt á kaupendum, sko, þannig að það myndi nú alveg borga sig að kíkja í bókabúðuna og skoða ungskáldin, sko. Og kannski talandi ungskáldin, bara ritlistin náttúrulega hefur ritlistin upp í HÍ, hún kannski farin að svona bera ávöxt núna, kannski síðustu árin, að náttúrulega fyrst náttúrulega núna bara heil kynslóð sem bara mjög stór hlutunar hefur farið hann í gegn. Já, það sko, það var nú oft, sko, þú veist, þessi fordómar að það væri ekki hægt að kenna þetta og ég þekki það líka úr þýðingunum, sko, hvernig á að kenna það. Og svo framvegis, en auðvitað flestir rithöfundar sem eitthvað kveður að þeirra farið í gegnum einhvers konar nám, sjálfsnám eða nám í bókmenntafræði eða íslenskum fræðum og erlendis fóruð í ensku eða þýskfræði eftir hvaðan komu og svo framvegis. Þannig að þetta bara mjög góður vettvangur fyrir höfund að læra, og það sést kannski á gæðum svona fyrstu verka að þetta þau kunni eitthvað þegar þau stíga fyrsta skrefi, sko. Og ég enda þetta mjög eftirsótt nám og þarna og miklu fleiri sem sækjum en komast að, sko, og mikil samkeppni og þetta þau fá, sko, þekkta rithöfundar að kenna sér og bókmenntafræðinga og svo framvegis, þannig að þau eru bara vel stödd þegar við komum út úr þessu námi til ég þeirra, sko. Já, ég sammála því, það alveg greinileg áhrif þarna frá ritlistanáminu yfir í samtíma bókmenntir. En samt þetta ekkert, sko, verður þetta ekkert sama, þetta ekki einhver skóli, sko, sem allir skrifa sömu bækurnar, sko. Nei, eins og ritlistaskólinn í Danmörku hafði orð á sér fyrir að allir sem það kæmu skrifuð eins. Já, það getur náttúrulega, sko, það hætta við svona að það verði einhver ógurlegur prinsip og menn fara að skrifa, þú veist, allir skrifa minimalist eða eitthvað og þá þetta dálítið hættulegt, en ég held að það sé dálítið fjölbreytt flóra af kennurum og verkefnum þannig hjá þeim, sko. Já. Og kannski, svo sem líka kannski erfitt að greina, þú veist, bara kynslóðamun gegn, þú veist, þetta kynslóð sem kannski fer mikið í ritlistina, að það er bara hvernig kynslóð líka, þannig að það er kannski erfitt að greina hvar kynslóðin byrjar og hvar námið Já, jú, vissulega, sko. Já, það nú kannski eitthvað meiri aldursdreifing þarna en víðast erlendi, sko, það sem allir koma á sama ári inn, sko, og ég þekki það líka í þýðingafræðunum, sko, það fólk, sko, á öllum aldri, ég veit ekki hvernig það í ritlistinni, en það samt, sko, það samt ekki endilega þarna einhverjir nýbúnir með BA 22 ára eða eins ás eða hvað þau eru gömul núna þegar klára BA, sem fara beint í gegnum allt saman, en þarna, það hefur svolítið svona, það kannski rífur aðeins þessa mynd, sko. Svo eru líka allmargir, sko, sem hafa verið í ritlist erlendis. Já. Þannig að það eru margir sem að læra þetta og það eru margir sem hafa áhuga á að skrifa greinilega í þessu litla landi. Þetta er eins og var ekki Kundera sem sagði að við verum með ritæði eða ritræpu. Já, grafóman, sko. Ritæði, skulum við kalla það. Já, við getum nefnt að því við erum nú svona að reyna að vekja athygli á því sem ákveðin standa upp úr, þá langar mig að nefna Júlíu Margréti Einarsdóttur og bók hennar Guðleitar að Salome. Hún einmitt einn af þeim sem kemur úr ritlistanámi og var líka í námi erlendis. Frábær skáldsaga hennar og svo hann Ingólfur Eiríksson kemur líka úr ritlistinni og þetta eru sko
ungt fólk sem að skrifa samtíman á mjög skemmtilega og kannski svo ég grípi kannski þann bolta svona, einhver svona straumar og stefnu sem að þið voru svona að lesa í jólabókaflóðið, eitthvað svona sem var sérstaklega áberandi eða rann í gegn? Mér fannst, ég veit ekki, svona þema mæður og ekki alltaf jákvætt fannst mér. Það hefði búið að vera dálítið í nokkur ár svona. Það eru mæður? Já, mæður, uppgjör við mæður. Já. Svona, þetta kannski bara ímyndur í mér en ég hjó svona eftir þessu stundum. Þetta svolítið athyglisvert svona. Já. Eða fannst mér allavega og þarna, en það líka, sko, það kannski kemur að því að maður búin að vera að lesa miklu meira eftir konur nú orðið heldur en hér í gamla daga þegar þetta voru allt meira að minna kallar, sko. Og náttúrulega það eru kannski bara þeirra þemu sem breyta landslæginu. Ég held að sé sko rétt hjá þér að sko, ég held að sé bara hreinlega meira að koma út eftir konur heldur en Já, mér sýnist það. Kalla í ár en skemmtilegt þetta sem þú nefnir sko, getur þú nefnt dæmi, þetta náttúrulega í bók Júlíu Margrétar sem ég nefndi. Já, og svo var það ekki olíu líka? Já. Og Fríða hefur nú skáldsögu Yrsu Þallar sem kom nú út fyrir nokkrum árum. Já, og svo Fríða Ísberg gerði það í ljóðum hér áður og sko, þetta bara svona já, Auður Jóns já allir fuglaflugur ljósið svona pínu uppgjör með öðru sko og var ekki líka eitthvað þetta hjá Steinunni Sigur í Systu megin það margar bækur sem eru með eitthvað af þessu. Ef við lítum aftur á bak yfir heimsbókmenntasöguna þá er uppgjör við föður líklega eitt að sterkasta þema. Það er gamla þemað sko. Já, ég segi þannig að þarna eru konurnar að koma með sína hlið. Það er skemmtileg pæling. Já, mér finnst það mjög athyglisvert og það er svona sko opnar dálítið augun fyrir gamla mítanum að mamma er best og algóð sko, hún svona aðeins að mömmur eru bara eins misjafnar og þeir eru margar sko. Á þess ég verði nú of sjálfhverf þá verði ég eiginlega að koma því að ég skrifaði meistaraprófsritgerð eða kantmagritgerð þetta sem sagt samband við móður annars vegar og föður hins vegar og yfirskriftin sko í sambandi sonar og móður og mamma skilur allt en yfirskriftin í sambandi dætra við móður og mamma skilur ekkert og þetta hvoru tveggja tilvitnanir í bókmenntir. Þetta svona eilíðar. Annað þema sem að má nefna svo náttúrulega sveitastelpan sem að kemur inn í nokkra bækur, nýjar bækur og þar nú til dæmis með áhugaverðari bókum eftir Þórhildi Ólafsdóttur, bók sem heitir Efndir sem að hefur mjög lítið verið fjallað Já, ég er nú með að lesa hana sko. Já, Þórhildur hefur áðgefið út eina ljóðabók og þarna svona fer sveitastelpan aftur heim í sveitina þegar hún komin yfir 60 og að rifja upp sitt líf og svo náttúrulega bókin hennar Hörpu Rún sem að bóndi og rithöfundur. Og það Efndir og reyndar meitdómur eftir hennar Hlín Agnarsdóttur, það svona svolítið, reyndar sko í meitdómi meira uppgjör við föður en móður. Uppvaxtarsögur. Þetta svona aðeins, manni hringir bjöllum, Karlófu Knausgård sko, þessi skáldskaparvæðing endurminningana og það bara söngur tíma og ekkert skrítið við það en það svona Þórhildur tengir eða hún bendir á í sinni bók þá bendur hún á drengjasögurnar sem voru að koma út á 9. áratugnum og svona við þá tengja sig við það á ákveðin hátt leið og það þá saga konu en ekki eða stelpna en ekki drengja og það náttúrulega gildir
Meidóm sem er frábærlega flott bók, finnst mér vel skrifuð og vel uppbyggð og líka sko fór svona svolítið lágt og mér fannst eins og það væri svona svolítið einkenni á umræðinni í jólabókaflóðinu að mér fannst svo marga bækur týnast sem að maður var að uppgöta svona bara rétt fyrir jól, til dæmis Ísak, það var ekkert hann að fjalla, sko, fyrir síðan í desember. Ég sá hann ekki fyrir bara rétt fyrir jól, sko. Já, og fleiri svona bækur sem að einhvern veginn náðu ekki, sko, máli í umræðinni og þar kemur náttúrulega kannski bæði við sögu hvað bókmennta umræða í fjölmiðlum orðin minn en hún var fyrir 20, 30, 40 árum, það ekki? Já. Já, en ég var nú sjálfur til dæmis með eitt pistil á viku alveg frá því í sumar sko og þarna og komst yfir dálítið af þessum ungskáldum og allt það og hafði mjög gaman af því sjálfur en ég tók ekki eftir því að nokkur annar fylgdist með því sko. Þannig að þú veist, ég er ekkert að kvarta en bara það eins og bókmennta umræðan sé sko, já, heyrðu, nú komið desember, þá hægt að tala bókmenntir, punktur. Já. Það er kannski pínu spurningum hvað hægt að gera í því, þú veist, núna kannski aðeins að, bara opna á umræðina aftur, þú veist, sem að kannski pínu bara fór í hýði bara með jólastekinni nokkurn veginn, sko. Já. Það sem kannski pínu, sko, það sorglega við að mér alltaf fundist að megnið af fólki náttúrulega þá fyrst að byrja að lesa. Bara bækurinn sem í jólabókunum og já. Þannig að það er kannski pínu synd að sko við þessi svona gagnrýndastétt við kannski lesum kannski megni bara rétt fyrir jólin og okkur pískað áfram til þess. En þá taka allir hinir við og kannski Já. Þannig að vantar kannski díalógin pínu svona Já. Það er náttúrulega útgefundur sem vilja vekja athygli á bókunum sínum og skiljanlega og reyndar höfundar líka en þarna en svo það lesendur sem eru kannski meira eftir jól sko. Og þarna það er svona jólabókaflóðið sjálft, það náttúrulega mjög skemmtilegt fyrirbæri sem mér skilst að hafi nú orðið sko til í seinni heimsstyrjöld vegna skömmtunar að það var bara ekki til neitt að gefa í jólagjöfnum að bækur og þá var líka til gríðarlega mikið að þá eru þýðingar á sko bókmenntum, ekki bara ástarsögum og reifurum mjög þarna ríkjandi og var lengi og enn, ég meina það sem hefur komið út af þýðingum þessu ári, það með ólíkindum og bara, þú veist sko stórvirki, það er þarna Sasha Stanisic með þarna uppruna og það, ég er búin að Angústúra forlagið að gefur út reglulega svona bækur svona úr öðrum hornum heimsins, ef svo má segja og þarna það var bílbóki núna, alveg stórkostleg. Já. Dickens. Já, svo kom Dickens út og Evelyn Waugh og Hættuleg sambönd. Hættuleg sambönd, þetta er, þú veist, þetta er rosalega. Með fullri virðingu fyrir íslenskum höfundum, þá eru sumar þessar bóka, þú veist, með topp bókum ársins. Já. Sem bókmenntir. Núna þeir náttúrulega í þýðingar bransanum að hluta til. Sjáu þið, vitið hver ástæðan fyrir það svona, virðist vera að glæðast þýðingardaftið, það bara meira virkilega spennandi þýðingum og var kannski fyrir nokkrum árum síðan? Já, þetta hefur nú aldrei dottið alveg niður, sko. Það er örlítill stuðningur frá hennu bókmennamiðstöðinni og það rætur ekki til gamla þýðingasjóðsins sem Guðrún Helgadóttir og Ingólfur Guðnason komu á fóta á upphafi 9. áratugurins og var frábær stofnun, hún breytti landslæginu. Skiptir miklu máli að því það borgar sko beint þýðingarlaun, hluta þýðingarlauna. Já, og þar verður, það fara að koma út almennilega bókmenntir í þýðingum og þetta hefur haldið áfram. En ég held að forlegin sé búin að finna svona einhvern, þessi bæði Angústúra og svo Bjartur og þetta var alltaf byrjaði með Ugluklúbbnum á sínum tíma að búa til bókaklúbba. Og Una útgáfuhús líka. Já, og Una, ég meina það, með því að gera þetta þannig, þá þarna komast þessar bækur víðar eða þær seljast betur og þær komast þá líka til lesenda sem hafa áhuga á þeim, sko.
af því að þú gengur ekki svona klúbb nema þú hafir áhuga á þessum bókum eða svona það sem er komið út hafi vakið áhuga þinn og maður hlakkar alltaf til að fá pakkana frá þessum forlögum sko, sem að koma til manns og maður les einhverja frábæra bók sko. Og það er nóg að þeim. Skemmtilegt hvað þetta eru ólíki klúbbar eins og Angistúra leggur áherslu á samtíma bókmenntir en þýðingaklúbbur Útgáfuhús með klassík. Þannig að mjög gaman að því líka að fá Gertrúd Stein og svo framvegis og þarna reynda var þarna Kutsi líka við eftir Barbarónum og þarna en ég meina það þú veist þetta er náttúrulega bara úrvalsbækur sem við erum að fá þarna í íslensku þýðingu og gríðarlega og við eigum líka bara svo góða þýðendur sko. Það er sterkt þýðingarhefð í landinu sem sko bara vinnur við þetta sko eins og Elísa Björg, Halla og Halla Kjartansdóttir og fleiri. Og fleiri. Men þetta er kannski í huga það er kannski ekki mikil pólitík beinlínis í íslensku bókmenntum, en það eru kannski frekar í þýðinguna. Svona sem nútímabókum sem er að koma frá Ágústúru til dæmis. Já, það er svona, það er rétt þegar þú segir það sko, þær hafa valið svolítið þannig bækur sem eru svona eins og þarna Chernobyl og Khaled Khalifa þarna frá Sýrlandi og tvær bækur eftir hann komnar út og fleiri. Það er kannski svona aðeins svona bara, það er svona stefna einhvers konar, það er ekki alveg, ég held að það sé ekkert manifesto á bakvið það sko, heldur bara þetta eru bara spennandi bækur sem hafa vakið umræðu og svo er nú annað sko, þú segir pólitík og ég var nú aðeins að sko fara grufla á meðan við vorum að tala þú veist, þemun, en það er annað þema sem er í íslensku skáldsögunum núna held ég og það er jaðarsett fólk svona eins og bæði í þarna merkingu og systumegin hennar Steinunnar og hjá Auði líka, svona fólk sem er á Auði Jóns, þarna allir fuglar fljúgar, það er svolítið svona þema þarna sko. Og svo náttúrulega kvennapólitíkin, hún er nú aldeilis áberandi í bókum margra íslenska kvenna og af yngri kynslóðinni, bæði svona MeToo áhrif og fleira eins og bókin, fyrsta bók Valgerðar Ólafsdóttur, Kona Sverris, sem að fjallar heimilisofbeldi og þannig að það er hérna pólitík þótt hún sé ekki svona einhver flokkspólitík sko. Já, það er svona þemi, en það er náttúrulega höfund, sko, pólitíkin hér er náttúrulega kannski svo, ég veit ekki, það er erfitt að segja, það er engin skrifað kvótakerfi, það er ekki nema bara verbúðin sem er í sjónvarpi. Mér dettur reyndar í hug núna ein rammpólitísk bók sem eða ég les hana þannig, Kolbeinsey eftir Bergsvein Birgisson, sem að ég held að það sé mjög misskilin bók. Já, þetta er náttúrulega ekki einföld lesning, sko. Nei, þetta er táksaga. Er þetta einn maður eða þrír og allt það? Já. Þetta er táksaga, bara allegóría. En mikil gagnrýni á nútíma samfélag. Já, það er gagnrýni þar. Og bara besta bóki sem ég náði að fara yfir, sko. Það var margt í henni, þetta var skemmtisaga, en undir niðri náttúrulega var bara jafnum höndum einhvern veginn, sömu síðunni var eitthvað sko brjálað ferðalag en leið var bara krufning á samtíma og sálarlífi og allt það sko. Já. Svo kannski má ég nú til með að nefna að það hefur verið ótrúleg gróska í fræðibókum, í fræðimennsku á Íslandi. Já, það er rétt. Ég meina, þegar við Gauti vorum að byrja okkar háskólanám þá var nú bara sett í tíðendum að kæmi út fræðibók eftir íslenska fræðimann. Já, þetta hefur aukist mikið líka, sko. Já, og við erum með náttúrulega rosalega flotta fræðibækur núna eins og bókina Sveigsing og svona Faulkner og hennar bókina Rósu Kristin og
Kristínu Andrésson, Kristínu Þóru Já. og Þær hafa kannski aðeins, sko, að því að ævisagan hefur svona látið undan sem bókmenntagrein, að það kannski hafa fræðibækur svona, eða svona Já, tekið svolítið ævisöguna inn í sig. Já, svona aðeins bara tekið það pláss sem myndaðist, eins og má orðið komast. Þessar bækur náttúrulega sem þú nefndir kannski báðar mjög menningarpólitískar bækur Nákvæmlega. Svona seinni hluta 20. aldar, sko, kannski. Já. Já. Var saman mjög góða mynd. Ég held að sá sem les bæði bók Hauks og bók Rósu fái mjög góða mynd af menningarpólitík á seinni hluta 20. aldar. Já. Og svo bara spurning hver stóra bókinu menningarpólitík á fyrir hluta 21. aldar, sko. Já, það þetta. Við skerum ekki úr það núna, held ég. Nei, hann reyndar að koma út bara núna í vikunni ný bókmenntasaga í 2 bindum. Já, það verður mjög fróðlegt að lesa hana, Já, eftir hvað, 6 háskólakennara eða ekki? Já. Ég er spenntur eftir að komast í hana og sjá hvernig fer þýðingarnar. Já, ég er líka mjög spennt að sjá hana, sko, því að það orðið það langt síðan að bókmenntasaga Máls og menningar kom út í 5 eða 6 bindum, að það er skemmtilegt að fá nýja núna. Já, það var alveg tími komið og sérstaklega ef það eru sem sé götin í þeirri sögu eru dekkuð, þá er það stoppa upp í þau, já. Ég vona að það hafi verið gert, sko. Já. Það bara kom í gær, eða ekki, eða fyrra þetta, maður er ekki fann að sjá hana, sko. Nei, bara ekki á Facebook. Nei. En kannski svo ég fara aðeins í allir fuglar fljúga í ljósi eftir og það sem er kannski eitt sérstakt við hana er að það er svona afskiptur hópur, ekki bara í bókmenntum, bara almennt sem er kannski lítið minnst á, að það er einhvern veginn allir það er einhvern veginn alltaf að tala fjölskylduna, en þarna er í rauninni aðalpersónar búa í svona frekar druslulegu sameign, þetta eru meðleigendur sem kannski gleyma stundum að það er ekki allir með konu og börn eða og ég held að það sé kannski svona eitthvað sem er gaman að koma inn sem er kannski, þú veist, að vissan átt pólitískt bara að sýna fólk að þó að þetta jaðarsetta fólk eins og nefndi á hann, sko. Ég er nú minna á að Kristín Ómarsdóttir skrifaði bók þennan hóp líka. Já, þarna ferða sem var líka svona það er hægt að kalla á rávara eins og Auður gerir og líka má segja systur hennar Steinar. Þannig að þetta er greinilega þema sem hefur verið að leita á undanfarin ár. Já. Og það er kannski, þegar við vorum að tala sveitabækur og fleiri bara bóndar sem er að skrifa, þetta er kannski spurning, einhver leyti er þetta kannski jákvætt að bara bóndalífið sé orðið líflegur út á landi, en er þetta kannski líka hægt að bara fólk sé að flytja bara hátt leiguverð í Reykjavík, að bara skáldin lifi ekki lengur af í 101. Ég held að þetta bara sem flest að drífa sig út á land. Hér er vinnufriðurinn og náttúrufegurinn og dásemdin. Já, ég meina menn bara búa það sem þeim líður best. Það held ég sé. Við erum þegar komið nokkra rithöfunda hingað til okkar í sveitafélagi Hornafjörð og Ófeigur Sigurðsson flutti í Öræfin og Sveinbjörn Brynjarsson inn í fluttir hingað á Horn. Þannig að allt geta sé að gerast. Þetta er bara Hornafjörður orðin segull bókmenntana. Já. Já, það er bara svo að ég veit ekki hvað nefnilega framhaldinu 101 Reykjavík sé. Já. Já, en ég voru að taka niður einhverja punkta. Já, vorbækunar, að þær eru, þú vorum að tala um Jólbókaflóðið, eru svona einhverjar vorbækur sem að kannski er ástæða til þess að draga með inn í umræðina, svo það gleymist ekki. Það kom náttúrulega þessi skemmtilega bók hans, Sverris Norrlands, Stríð og klíður, hún kom í vor og mætti alveg vaksa það gerfi bókmyndana, þessi svona. Já, ég held að sé nú sko farið að koma töluvert út
á fyrra árinu heldur en bara í nóvember, sko. Já. Og sumir náttúrulega, ok, það kannski kom í september eða eitthvað, ágúst, september og allt það, en það svona líka á vorin og það eru bækur sem fólk kaupir handa sjálfu sér, sko, en ekki gjöf. Og náttúrulega Kilju, sko, prentkostnaður hefur minnkað mjög mikið og þarna, og Kilju, það ekki eins dýrt að gefa út bók og áður var og verð bóka hefur líka haldist mjög stöðugt. Mér finnst þetta bara... Útgáfan fær ekki 25% kostnaðar endurgreiddan úr ríkissjóði. Já, það víst farið það, en það sýnir sig í verðinu að það hefur ekki hækkað. Já. Og allavega ekki neitt að ráði, finnst mér. Og kannski það eru fleiri gefnir út. Já, ég meina þetta er mjög jákvæður hvati, rétt eins og launasjóðurinn og annað. Ég meina, við værum ekki með þetta annars. Ég meina, við getum alveg gert það upp við okkur hvort við viljum vera með bókmenntarífið ekki. Ef það væri markaðurinn, þá væri þetta bara nokkra þýðingar á einhverjum reifurum á búið, sko. Því að engin íslenskur höfundur gæti lifað af sölunni, Arnaldur kannski eða Yrsa eða eitthvað svoleiðis, sko, en engin annar. Fyrst þú nefnir Stríð og klið, þá dættum mér í hug bara að essay-bókmenntir eru kannski svona náð smá flugi, en kannski byrja bara á Andra-Snær, ákveðin með Draumalandin og núna Tímann á vatni, þannig síðan ertu með Sverri, Bergur hefur dottið verið í þessu. Magnús Sigurðsson, Ragnar Helgi. Já, þetta er annað svið bókmenntana sem er að lifna við, sko. Og þetta er bara, það er einhver meiri breidd í þessu en áður, held ég. Ekki bara fjöldi, heldur líka breidd í bókmenntagreinum, sko. Og þetta er bara eins og handboltalandsliðið, það er bara maður í hverju stöðu, sko. Vel skipað í alla stöður. Þetta er komið náttúrulega í leikhúsinu, hvað þú veist, Andri Snorri Bergur hafa eiginlega búið til einhvers konar leikverk upp úr þessu. Já, sem er náttúrulega mjög merkilegt að búa til, sko, leikverk úr essayum, sko. Það er svolítið afrek í sjálfu sér, sko. Það er alltaf verið lenska í íslensku leikhús að gera leikverk úr skáldsögum og mjög umdeilt. En það er líka vandamál íslenska leikhúsins hefur verið svo fá leikskáld eða leikrit sem eru sýnd. Ég veit ekki hvað þið fá mörg handrit á hverju ári. Þetta er nú eitthvað að breytast, sko. Já, en þetta hefur verið frá upphæfi atvinnuleikhús. Já, en þetta er að breytast með leikhúsin er að rækta leikskáld með því að ráða eins og borgarleikhúsi gerir á ársbasis og við erum að fá frábær leikskáld eins og Tyrfingsson og þannig að þetta er nú eitthvað svona að... Já, en þetta hefur samt verið lenska. Já. Það er kannski ekkert margir, sko, það er margir sem að man eftir að hafa skrifað leikrit, en það er ekki mjög margir sem að maður hugsar helst Tyrfingur eiginlega, sem miðaldurinn sem að eru með þetta sem sitt aðal form. En það hefur verið, held ég, bara líka tregða til þess að rækta höfund. Ég meina, mér dettur nú bara í hugum Hlín Agnarsdóttir sem hefur skrifað frábær leikrit sem hafa slegið í gegn, eins og Konur skelfa og fleiri, en það hefur ekki þýtt að hún hafi fengið svo svigrúm til að halda þessu áfram, sko. Þannig að það er eitthvað pottubrotin. Og þá kannski maður velti fyrir sér, sko, með til þess ritunarsjóðan að var þetta hvetja hann til þess að verðlauna leikskáld meira? Það er auðvitað eitthvað. Það er náttúrulega bara að margfald innan ritlaunasjóð og virkilega styðja við ritlist, bæði ritlist, skáldsagnarskrif og leikritasvið og vegna þess að það er löngu búið að sanna, sko, með akademískum rannsóknum, sko, hvað þetta skilar miklu tilbaka og ég geti vísað í rannsóknir Ágúst Einarssonar sem hefur birt þetta bækur og sýnt svart og hvítu hvernig listamenn að skila miklu meira í ríkissjóð en að þeir fá svo í sinn hlut í úthlutinu vegna launasjóð og
eins og Gauti sagði, ef við viljum hafa rithöfunda og listamenn og leyfa þess að blómstra, þá verðum við að gefa rækilega í stuðning. Það náttúrulega alveg út í hött þegar maður skoðar bara til dæmis úthlutan núna, hvað margir verða út undan, fá 3 mánuði eða 6 mánuði. Ég meina, Gyrðir Elíasson á 6 mánaða launum. Hvað á hann að gera hina 6 mánuðina? Á hann að fara að keyra leigubíl upp á Keflavíkurflugvelli eins og ég held að Sölvi Björn rithöfundur hafi minnst á þetta í sínum pistli þetta. Ég meina, og höfundur eins og Steinunn sem fær ekki krónu og þú veist, þetta náttúrulega, þetta bara gengur ekki, en mér skilst að þetta sé einhverjum endurskoðun og ég vona að það verður gefið rækilega í þetta og það á náttúrulega að setja stóran hluta af íslensku rithöfundum, og talaði bara rithöfunda, en þetta gildir eflaust alla listgreinar, á ævilaun, eins og Steinunni, Pétur Gunnarsson, Gyrði Elíasson og fleiri sem að eiga ekki að þurfa að eiga lífsviðurværi sitt undir einhverjum happdrættisvinningi komið, að þurfa að sækjum á hverju ári og bíða svo upp á von eða óvan hvort þau fái laun eða ekki. Þetta náttúrulega alveg fáránlegt kerfi. Já, það er náttúrulega til þessi heiðurslaun, sko, en þau þykja nú tvíeggjað sverð peningalega, sko. Já, ég veit ekki af hverju það ég held að mér finnst að það ætti að margfalda einmitt þá sem á heiðurslaunum, og mér finnst að bleiðuskapur að alþingismönnum að fylla ekki inn í þessi 2 lausu skörð sem núna það eru bara 25 mann sem mega vera á þessum lista, sem ætti náttúrulega að vera að minnstakosti 100 og það eru lauspláss núna og þeir þora ekki að fylla í þessi pláss út af umræðinu Megas og hvort hann ætti að detta út og þú veist, það kemur niður á öðrum sem sé þessi umræðum hann. Já, það hlýtur að vera út af því sem maður þori ekki að setja aðra á listan. Og mér kannski dettur í hug, kannski út af að við vorum að tala að annars vegar heiðurslaunin sem náttúrulega eru eldri listamenn alltaf, sko, og sem kannski vandinn hluta til bara þetta stétt sem með oft á tíðum mjög léleg eftirlaunakjör, eftirlaunasjóði, og kannski líka það þetta vorum að tala hvort að Gyrðir fara að keyra leigubíl, sko, að þegar að COVID kemur, að þá í rauninni, sko, margir listamenn sem sko að missa ólistarina jobbið, þannig séð, það voru bara margir listamenn sem að voru að vinna í ferðamennskuna á sumrin og svo safna pening til þess að einmitt út að þeir fengu ekki listamannalaun eða kannski bara 3 eða 6 mánuði. Utan tónlistamenn á leikhúsfólki. Í þessu hark kerfi að skrifa vetuna og ná í peningin á sumrin, sko. Og það kannski allt þetta kerfi, ekki bara listamannalaun, einhvern veginn. Það þurfa kannski bara við öll sem erum á einhvern hátt ekki í svona bara föstu stöðu að taka okkur saman, hvort sem það eru blaðamenn eða einmitt rútubílstjórar og listamenn, að þetta kannski ákveðin stétt bara út af fyrir sig sem kannski á meira sameiginlegt heldur en við höldum, sem bara þessi stétt sem að ekki á föstum launataka. Svo fyndist mann líka bara sjálfsagt að þegar ríkið að borga listamennum laun að það bara borgi, seti það bara inn í venjulegt launaumsjónarkerfi, taki skatt af og borgi launagjöld, þannig að þetta fólk öðlist eitthvað rétt í lífeyrissjóð og önnur réttindi sem á okkur finnst sjálfsögð sem erum á föstum launum. Það væri mjög þarft að gera mikið meir í þessum málum og eins og þú nefndir svo fjöður að þá skilar þetta, ég held að bara virðisaukaskatturinn á bókum dekki öll listamannalaun í landinu, ekki bara sko rithöfunda, heldur bara tekjurnar af virðisaukaskatti bóka, sko. Og
og síðan koma skattarnir af öllum laununum og öllu því sem listamennirnir afla sér sjálfir ofan á það. Og svo orðsporið. Já, og svo orðsporið og það menn flagga listamönnum gjarnan í hátíðaræðum og erlendis og svo framvegis og þetta eru að vissu leyti svona sendiherra þjóðarinnar einhverju marki svona í samvinnu við sína þýðendur til að mynda í bókmenntunum eða ég meina hvað Ragnar Kjartansson og Anna að gera í Moskvu og þarna Ása Helga fyrir ekki, já ég þekki hana prýðilega, hvað er að mér Ása Helga Hjörleifs og þarna, ég meina þetta er náttúrulega, þú veist eitthvað sem okkur þykir merkilegt og er það og ætti að vera þarna betur launað ef ég má orða það svo. Skiptir gríðarlega miklu máli það sem að þau eru að gera í Moskvu og bara í þessari viku voru, þú veist, massív, mikil og stór viðtöl við Sjón í New York Times, dómur hérna skáldsögu Hallgríms Helgasonar í berlínska tíðinni og þú veist, við vekjum. Jón Kalman var í Frakklandi og Jón Kalman í Frakklandi. Bara í sjónvarpsstöðvum og bókmenntaþáttum og annað sko. Og þetta skiptir allt máli. Já, þetta skiptir allt mjög miklu máli. Eykur ferðamannastrauminn til Íslands, til dæmis. Já, ég vil nú helst ekki nota þau rök að þetta sé landkynning, þetta bara, þetta svona frekar sko landímynd að hér búi þarna hugmyndaríkt og skemmtilegt og gáað fólk ef ég morða svo hroka. Já, en þetta er líka landkynningöti vegna þess að hingað koma ferðamenn sem að gera hlut og þeir eru að koma hingað út af því þau að hlusta á Björk eða lesa bækur, allt það, já, vissulega sé bíómyndir. En það má kannski einmitt varðið landkynninguna ykkur benti á að hérna sko Íslandsstofa sem er í rauninni batteri sem að sér landkynningu fær meiri pening heldur en listamannalaunin og það má alveg spyrja sig hvort batterið í rauninni að skila meiri landkynningu. Já. Ef að þetta er rétt þá er þetta náttúrulega bara alveg stórkostlega galið. Ég hef ekki meira en það að segja. Já, það er kannski líka bara dæmi hvað þessi listamannalaun eru lítil í henni stóra samhengi hlutina. Ég meina fjármálaráðherra skrifar tékka vinstri hægri bara út einhverju tilfallandi sko, sem eru miklu helmingi meiri heldur en listamannalaunin sko, en það sem er náttúrulega dálítið pirrandi við þessa fjölmiðla umfjöllun þetta gerist á hverju ári, svo eru myndum af einhverjum höfundum klest upp eins og þeir séu einhverju beiningamenn og svo koma einhverjir í að þetta sé einhver spilling í þessu að sko ég var eins og í stjórn rithöfundasambandsins og ég held að sko það er ákveðið sem sé stjórnvöld ákveða það að það eigi að hagsmunasamtök listamanna eigi að útnefna sko, leggja einhver nöfn til við ráðuneytið og þarna og með minni sko við hafum haft það svo 2 armlengdir sko að þarna stjórnin kaus fyrst tilnefninganefnd sem kaus tilnefningar og síðan var það ráðuneyti sem valdi fólkið og þetta er heiðarlegt og gott fólk og er að vinna eftir bestu getu við þetta vanþakklata starfa að úthluta of litlum peningum til of margra hæfra manna og þarna þetta rennur til sem sé þetta fer í gegnum mat að ranni sér þetta og það er fullt af vísindamönnum sem fá alveg sko risa styrki og ekki bara svona 12 mánaða laun sko. Það þeir eru aldrei settir upp á forsíður blaða eða vefsíður blaða sem einhverju beiningar. Ekki nema þeim til heiðurs. Já, ekki nema þessi sko, þá er það bara, þú veist, heyrðu, hann náði í bara milljónir þessi, húrra fyrir honum sko. Ég fékk hérna bara svo það kom fram, hérna, ég sé ekki alveg hlutlaus að ég fékk 3 mánuði rithöfundasjóði fyrsta skipti og ég var rosalega glaður við því, en síðan hérna fær félagi minn hérna 3 ár á hérna í akademíunni og ég er alveg glaður fyrir hans en síðan hugsa maður bara að
þetta bara svo stjarnfræðilegu munur og og þú veist, 3 mánuðir jú, það frábært að hafa þannig tíma en þetta samt svo lítið. Já. Og svo einhver sem fær 3 ár. Einhvern veginn ekki það ekki að stort einhvern veginn. Og svo náttúrulega, sko, þetta ekki bara íslenski rannsóknarstyrki sem fá, en ég meina við getum bara verið þakklát fyrir það að útlendingar séu að borga peninga til að efla rannsóknir á Íslandi, en þetta miklu meiri peningar heldur en við listamenn nokkuð tíma sjá, sko, og það er svolítið, ég veit ekki, einhver lenska svona, það einhver, já, þeir hafa gott af því að lifa við sult og seyru, þá verða þeir svo ofsalega skapandi. Þú veist, það eitthvað svona, þetta eitthvað svona hugmynd, sko, sem ég ætla nú ekki að bera mönnum þetta á brýn, en þarna, þetta svona, manni á misjöfnu þrífast börnin best, sko, eða á misjöfnu þrífast listamenninni best, þetta kannski að breyta þessu orðtaki. Þetta orðið svolítið, það svolítið, ég meina, þú veist, þegar maður sér þessar örfáu krónur, sko, og koma í þetta apparat og þarna, og svo einhverja Facebook fávitað, fyrirgefið orðalegið, úttala sig það og geti bara farið að vinna og eitthvað svona, eins og þetta sé ekki vinna, ég meina, þú veist, þetta náttúrulega fáránlegt, sko, en þarna, að þá finnst manni þetta sárgrætir þetta að vita til þess að það fullt af hæfileikaríku fólki sem þurft að sitja hjá og þarf kannski að gera eitthvað, vinna eitthvað annað sem ekki jafn áhugavert fyrir bæði það og okkur, hinn. Já, nákvæmlega. Svo kannski spurning, sko, það svo sem, það kom alltaf greinar, pistar á Facebook og svo framvegis, eftir eiginlega hverja afhendingu, og þeim jafnvel að fjölga, frekan hitt, en maður spyr sig, sko, hvað þetta að gera til þess að búa til að vera pressu, þú veist, annað en hvernig getur rithöfundar og bara listamenn sem stétt í rauninni beitt sér, einhver leið, þú veist, já, ég meina þeir náttúrulega það að vera í verkfall, það kannski gefa sér dálítið seinna, sko. Já, ég myndi nú vara við því, sko. Já. Ég meina rithöfundasambandið, ég þekki það innan frá, það er mjög öflugur talsmaður rithöfunda og í sífelldu samtali við ráðuneytið og það hefur tekist að leiðrétta sumt, sko, að þarna á undanförnum árum, það var hlægilegt hvað höfundar fengu fyrir bókasafnsnotkun, sko, það er eitthvað skánað, en til dæmis það að höfundar fengu eðlilega greitt fyrir afnot bóka þeirra í bókasöfnum, ekki eitthvað Spotify klink, sko, heldur bara eðlilegt af gjald, þá þarna, það myndi strax gera mörgum kleift að lifa betur því að margir sem ekki seljast í neinum stórum upplöfum, þeir eins og að lesnir kannski að fullta fólk í bókasafninu, sko. Og þetta finnst mér að stjórnum þetta leiðir þetta enn betur, það hefur verið aðeins gert undanfarin ár. Það hefur fjölgað mánuðum nú ég að tala ritlaunin, það líka hjá öðrum listamönnum og það reynda líka þannig hjá öðrum listamönnum að það eru hagsmunafélög þeirra sem að útnefna eða leggja til nöfn í matsnefndir, einhverja hluta vegna alltaf rithöfundar settir upp í blöðin, ég veit ekki af hverju, það kannski af því að þeir eru eitthvað nafntogaðir svona í almanna, þú veist, en þó ýmsir aðri listamenn séu kannski mjög nafntogaðir, sko, á sínu sviði, en þarna, en þetta svona, það þarf að bæta í þetta, því þetta eins og Soffía var að benda á, Ágúst Einarsson benti á að þetta þjóðhagslega hagkvæmt. Þetta iðja sem og skapandi iðja þarna framtíðin, segja allir, en þarna, svo þegar menn vinna afrek í sköpun, þá bara sagt fara að vinna og moka skurði eða eitthvað. Það búið að sína frá því Halldór Laxness benti á það að moka skurði væri ekki gott fyrir landið, þá komist enn betur að því eftir að þetta loftslags eitur líka. Svo bara hættið að moka þessa skurði og farið að skrifa. Já, vonandi verður þetta bara, mér skilst að þetta sé til
endurskoðanar þetta kerfi og ég vona bara að Já. það komi eitthvað verulega gott út úr því. Já, það sammála. Ég man einmitt að að Björn Teitsson, það voru bara Facebook kommenti einhvers staðar að meðal annars bara að mörgu góðu við listamannalaunin væri að það væri bara vistsporið væri með því besta sem gerist í þörfum alveg. Já, mitt. Já, mjög loftslagsvænt, já. Já, þannig kannski bara að setja allar listamannalaun og þá bara það bara stærsta skrefið í að Já. Það myndi skilja eitthvað mikið eftir okkur, sko. Já. Það er kannski eitt sem að ég bara mann varðandi jólabókaflóðið. Urðu þið eitthvað var við COVID þar? Í bókunum? Já. Já, það var náttúrulega hjá honum Guðna Elísson í Ljósgildrunni, hans miklu bók. Og þar er þetta svona bara hluti af tilverunni, sko. Og ekkert, sko, þú veist, ekkert þema sjálfur sér, bara þetta er bara partur af því sem fólk að gangi í gegnum. Mér fannst það svolítið smart, því ég saknaði þess í svona samtíma kvikmyndum, sko, maður sér bara svona Netflix og erlendum sjónvarpsstöðum. Ég horfi ofta á þýsku glæpaþættina Tatort, það er svona samtíma þættir sem gerist í ýmsum borgum, það er svona landsbyggðarvænsería fyrir Þjóðverja og þarna ég bara sé, sko, maður bara eftir einu þætti sem að grímur sáust. Já, ég held nú að COVID hafi komið inn í fleiri bækur en bara einmitt svona eins og hjá Guðna, bara sem svona hluti af lífinu, ekki svona bara svipaði mynd á svona hluti af bara stemningunni, sko. Já. Og mér fannst kannski að vera meira af þessu í fyrra, ég man einhvern veginn eftir til þess að þetta var svona í bæði kannski vitna í þetta bæði í Eldunum, ég sér í Hagalín og Truflunni og Steinarbraga, bara svona Já, varst ekki Linda Vilhjálmsdóttir heila ljóðabók? Jú, og Valdimar Tómasson. Jú, þetta hefur alveg orðið þema, sko, en þetta er samt, þú veist, en það kannski erfitt að búa til skáldsögu eða eitthvað COVID, ég menna, þetta er kannski ekki það sem að fólki langar að lesa núna. Nei, og kannski, kannski, þú veist, ég las eins og fræðibókin spænsku veikina sem kom út í fyrra, mikil ánægju, sko, og þarna, og hún var vel rannsökuð því ég tók eftir að langafi minn kom fyrir í henni, Halli Pólití, einn á vaktinni. Það komu út í fyrra 2 ljóðabækur sem tóku sérstaklega COVID fyrir. Það var eftir hana Lindu Vilhjálms og svo hann Valdimar. Hann, Já. Hann átti líka heila bókum veiruna. Já, þetta hefur alveg komið. Það á örugglega eitthvað eftir að koma, sko. Eftir að koma eins og hrunbækurnar sem urðu nú ansi margar. Já. Og ég meina það er bara eðlilegt, ég meina skáldskapurinn endurspeglar samtíman einhverju marki, ég meina þó það sé ekki kannski social realismi þá er samt ekki, þú kemst ekkit undan þínum tíma, ég meina maður segir sögulega skáldsögur að það fjalli yfirleitt samtíma höfundar, sko, en ekki söguna sem var, sko. Já, einmitt. Það kannski kemur inn einmitt óbeint, sko, ég held ég að lesa 2 skáldsögur þar sem að Gísli Marteinn og hans þáttur kemur við sögu og gerist það kannski bara út af því að það er allir fastir inni hjá sér að horfa á sjónvarp á föstudögum frekar en að vera eitthvað staðar úti, sko. Þannig að litlu hlutinir einhvern veginn hafa áhrif Er það í tilfinningar eru fyrir aumingja, er það ekki? Jú, það var í henni, það var í einhver annar, það er alveg stóðið hver hinn var. Já, gott ef það Nei, það er nú ekki, nefndi Guðni hann í Ljósgildrunni, ég maður það ekki. Þetta er nú svo löng og mikil bók, sko, og hans eftir á Það hlýtur að vera Gísli að einhvers staðar. Já, ég meina það, hún gerist alveg í samtímanum, COVID og svoleiðis. Það er náttúrulega bók sem svona er kannski að skoða svo litið líka heim skáldskaparins, sem sé höfundana og allt það. Og þannig að það er
og alveg mjög merkileg tilraun, sko, sú bók, eða tilraun, svona, hvað maður segja, mjög merkilegt í formlegu skilningi og mikið verk að lesa og það, ég hefði mjög gaman af henni, sko. Ég reyndar ekki búið með hana 85 eða tæplega 90%, en ég með prósentin á hreinu, sko, því að prósentutalan kemur. Það alveg hægt það þarf ekkert að setja blaðsíðutali fyrir sig, þetta bara eins og þá 2-3 aðra bækur. Ég skil ekki hvað fólk hvart yfir lengi á bókum. En þetta nokkra bækur í einni, sko. Já, það nú það. Þetta eru margar bækur þarna. Maður fær 3-4 fyrir eina, sko. Algjörlega, já. Þannig það. Já, það veit hérna, ég fór á útgáfu og það var mikið verið að tala með svona ákveðna talnafræði bara í kringum þetta allt saman, sem greinilega mikið leið yfir en náttúrulega það sem allir tóku fyrst eftir var þessar prósentur sem að maður kannski vanur að sjá á Kindlinum stundum. Jú, það kemur náttúrulega það. Það komið á pappír. Já, ég meina það smitast á milli bara, kerfa þar. Og já, ég kannski, þetta sé gott tækifæri til þess að þetta leyfa hérna jólabókaflóðina að smitast yfir í heimsóknið sem svona síðasti liðurinn á dagskrá. Út af því að ég ætlaði að heyra í þér, Gauti, þú ert náttúrulega með aðra risastóra bók í þýðingu. Já, hún er náttúrulega 100 ára gömul. Tómas Mann. Af hverju hérna Tárafjallið núna? Hvað hún að fara að segja okkur? Hún gerist nú til að mynda á sóttkvíarhæli, svo má segja, eða berklahæli. Og berklar voru náttúrulega drepsótt unga fólksins á fyrri hluta 20. aldar. Og svo þetta náttúrulega bara klassískt verk og óþýtt og þarna ég hef tekið þátt í svona listamannahópi sem við fórum, sko, til Davos í Sviss, þar sem að sagan sviðsett og listamennir stóðu fyrir gjörningum og við vorum í sýningu í Nýlistasafninu og svo framvegis og það svona, ég ætla bara að klára þetta með því að klára bókina og þarna og það bara ótrúlega skemmtilegt tækifæri að takast á við svona gigantískan prósa, sko. Þetta er höfundur sem sko finnst listaverkið felast í prósanum, sko. Að skrifa sem glæsilegastan prósa, sko. Hvort það barokk eða rock eða jazz, ég skal ekki segja það, en kannski þetta líkara jazzi, það líka hefði verið svona í þeim samtíma eitthvað. En sem sé, maður sér bara, sko, listsköpunina í byggingu og uppsetningu, setninga og kafla og svo koma þemun og þetta svona, sko, að hugsa samt þetta bara einföld ástarsaga líka, sko, og svona semi-þríhyrningur jafnvel og eitthvað. Og svo þetta náttúrulega bók dauðann og unga fólkið og yfirvofandi styrjöld og svo framvegis og það tala til okkar alveg endalaust í samtíman með þessi bók og þeir yfirlesararnir mínir allavega mjög spennti fyrir bókinni, sko. Þeir hafa kannski sumir lesið hana á öðrum málum en þetta bók sem, sko, svo hef ég alltaf með, sko, 2 enskar þýðingar mér til aðstoðar. Svo ég með dönsku og norsku og sænsku og þarna, það alveg merkilegt hvað menn eru djarfir, sko, að vísu koma þessan skandinavísku ekki eins miklu gagni, sko, að því að maður sér hvað skandinavísku málin eru skyld þýskunni. Það orðstofnarnir og allt, sko, þetta bara aðeins öðruvísi stafsett, finnst maður í stundum. Já. En ensku þýðendurnir, enskumælandi þýðendur oft mjög svona yfirgangssamir og þar stundum gripið vel í textan, sérstaklega í nýrri þýðingunni en svo eldri nú svona tryggari, kannski stílega stífari, en það verður bara komið ljós hvernig það gengur. Já, og íslenska þýðingin, verður hún yfirgangssöm eða verður hún mjög trú? Nei, hún verður ekki yfirgang. Ég að reyna, sko, ég set mér svona það markmið að ná þessum listrænu tökum í prósanum og sko það svo mikið svona implísít, sko, eða
innan í þessu og endurtekningar, þetta svona módernískt verka því leyti að það notust sömu þemu og endurtekningar í gegnum alla söguna og ég meina allar 800 eða 1000 síðurnar eftir brotinu og þarna það verður að passa sig, þess vegna mjög heppinn að vera með Kindle að því þegar ég sé grunnsamlegu orð sko, sem ég sé áður en man ekki alveg hvernig ég þýddi, þá get ég bara farið og fundið það í Kindlinum og þá sé ég sko, já, það er alveg keðja í gegnum bókina, merkingar keðja, margar slíkar svona sem þræðast í gegnum bókina og það er svo spennandi að sjá það, átta mig að sjá því hvað listamaðurinn er að gera sko í verkinu. Hvenær kom hún út á þýsku? 24. Já. Þannig að þetta er, já. Tæplega 100 ár síðan. Þið þurftir að bíða 2 ár til þess að hérna... Já, ég er búin að vera svo lengi að þessu. Ég ætla bara að reyna að klára þetta núna og njóta þess bara. Hún er seinna á ferðinni en átt að vera, sko. En það er nú, gerist nú oft með bækur, sko. En ég hef haft líka rosalega gaman af þessu, sko, að glíma við þetta. Ég meina það stundum bara, eins og menn segja, sko, getur ekki þýtt þessa blaðsíðu fyrir morgundaginn, sko, það er bara stundum ein efnisgrein sem maður situr yfir tímanum saman sko. Og kemst svo að því þegar yfirlesarinn fær hana að það tókst ekki ekki alveg allavega. Það er skemmtilega hvað svona klassískir höfundar tala við samtíman eins og þú ert að benda á og gildir líka þann höfund sem ég er að því að Virginia Woolf að Orlando sem að kom út fyrir hvað ég maður ekki, það eru 5 árum held ég. Já, hjá þér, já. Já, og hún hún talar bara svo lóðbeint inn í umræðunum kyn og kynusla og svo er ég semst að þýða núna eftir hana Sketch of the Past sem að er sjálfsæfisögulegt verk sem að ég er líka vonast til að koma út í vor, Gauti. Já, æðislegt. Og það er náttúrulega að tala beint inn í okkar hugmyndir hérna hvernig á að skrifa sjálfsæfisögu, allar þær pælingar hvernig minnið virkar og hlutskálskapar og þannig að þetta er mjög skemmtilegt. Það er einhver ástæða fyrir að bækur eru klassískar. Já, það er gaman að því að sjá hvað Virginia Woolf hefur fengið sitt pláss í íslenskum bókmenntum núna, sko, upp á undanfarnum árum. Hún er orðin svona, sko, ég líti á þessa höfunda sem búið að þýða svona mikið eftir, þeir eru orðin hluti af íslenska kerfinu, sko, það eru aðrir höfundar að lesa þetta og náttúrulega lesendur líka og þeir eru bara partur af kerfinu og það sást nú til dæmis bara á 10. áratugnum þegar Ingibjörg Haralds var að flytja Dostojevskí inn í gámum, sko, að íslenskir höfundar voru alveg að lesa þetta og nýta sér. Ef við talandi Töfrafjalli þá las ég eftir skáldsögu sem með Tinni í nýja heiminum, Tintin in the New World og það sem alltaf sérst við hann var sko að það var reikna með að lesandi hefði lesið einhver tímann eða hafði svona góða hugmyndum, annars var Tinna, hins var Töfrafjallið. Það var svona þræðinu 2 og ég náttúrulega þekkti minn Tinna en ég svona var bara að býta til Töfrafjall, ég vissi af henni og svona Ólafsson Pata en hafði náttúrulega ekki lesið henni þá. Ég meina þetta er mjög merkileg bók, það var einhver Þorsteinn Vilhjálmsson skrifaði skemmtilegan pistil á bloggið sitt, bókin sem vill ekki vera láta lesa sig, sko, og það er svona, þú veist, það er slett latín og ítölsku, þú veist, ástarsennan er öll á frönsku, þú veist, bara ég meina, þú veist, bara talaðu frönsku, þú veist, hún segir, þessi bók segir við mann, sko, ertu nú gáfaður eða gáfuð til að lesa mig, sko, en á sama tíma er þetta bara spennandi ástarsaga og ég meina þetta er saga, hún lýsir því sjálf, hún Susan Sontag, að þegar hún var 14 ára, þá var Thomas Mann ennþá í Kaliforníu og hún fer með vini sínum og fær að spjalla við hann, bara bankað upp og fekk að koma í kaffi og þarna, hún er 14 ára og þetta er uppáhaldsbókin hennar og þarna, hún var náttúrulega nógu gáð til að lesa þessa bók en samt, sko, þetta og annar höfundur þýskur sem sko
16 ára uppáhaldsbókin mín, Töfrafjallið. Ég sé ekki fyrir mér ungt fólk á þessum aldrei að lesa þetta, en þarna kannski það alveg, það ekki druglað sko, því að þau geta bara farið í gegnum þetta, og þetta náttúrulega saga ungt fólk. En ef að hérna lesendur kaupa sér Töfrafjallið núna og langar svo að dýfa sér dýpra ofan í þýskar bókmenntir, eitthvað sem myndir mæla með? Já, ég áttu að tala núna. Já, hvort sem bara nútíma eða klassíkin. Já, ég meina klassíkin náttúrulega það svo margt það sko. Það sem mér finnst kannski skemmtilegt við þýskar bókmenntir, sko ég tók BA í ensku við Háskóla Íslands og var svona í framhaldsnámi aðeins hérna kantmagnáminu og fór svo til Bretlands og tók meistarapróf í skoskum bókmenntum. Og þekkti þá lítið eða ekkert, maður þekkti bara nöfnin, Goethe, Schiller og Kant og búið sko. Og svo fer ég til Þýskalands og þarf að fara í þýskunám og var 3 ára að læra þýsku bara sem annað mál og þýska bókmenntir. Og þá kemur sko, það verður svona bylting í þýskri ljóðlist sko. Það fræg þessi orð Adorno sem að ekki sé hægt að skrifa ljóð eftir Auschwitz. Og þarna þeir hafa kallað þetta stundum í stunde núllstillingin sko. Og það rosalega miklu meiri svona gerjun í þýskri ljóðlist en breskri sko, breskri og bandaríski. Mér fannst þessi bresk-bandaríska sko svona halda bara áfram eins og svona rínarfljót, gamalt stórfljót. Það hefur, þó að hafi orðið eitthvað stríð og svona, þá hefur ekkert komið mikið upp á sko. Ég meina Ted Hughes, ok, Sylvia Plath var svona svolítið annar staðar sko, en svona John Betjeman og annað, þetta frumleg og góð skáld sko, en þetta hélt svona áfram. Á meðan við fengum sko, að vísu höfðu Þjóðverjar náttúrulega áttu þeir árleið í data og ekspressionisma og annað sko, en það verður bara eins og Ernst Jandl sem svona hljóðaskáld og svo framvegis. Það miklu róttækari breyting finnst mér í þýsku ljóðlistur. Hún dálítið meira spennandi heldur en sú breska. Þannig að það mjög gaman að lesa kveðskap og þeir fara náttúrulega alveg á full í módernisman og það svona parallelur við atómskálda tíman hér og síðan sko það svo margir höfundar sem maður getur nefnt. Ég var að nefna Sasha Stanisic og það Christian Kracht og þarna fleiri og fleiri sko sem þarna sem vel þessi David Wagner ljóðskáld og ég geti bara haldið áfram og það líka mjög sterk innflytjendasena sem sé höfundar sem skrifa á öðrum uppruna en skrifa á þýsku mjög mikið. Þetta var fyrir 30 árum sko mikið þema þá þegar og margir höfundar sem það meira sér til sko mjög merkileg verðlaun sem heita Adalbert von Camisso verðlaunin fyrir höfundar sem ekki skrifa á þýsku en hafa hann ekki móðmáli. Og margir góðir höfundar fengið þau verðlaun sko. Þannig að það mjög margt skemmtilegt að gerast í þýskum litteratúr og þarna og ég meina ég veit ekki á hvernig ég ætti að benda frekar sko. Ég get einmitt mælt með Sasha Stanisic sem kom út Já, það alveg prýðileg bók sko. Alveg prýðileg bók. Og Benedikt Wells kom líka út þarna. Það var líka mjög fín bók og þannig að það eftir miklu að slægjast og það sem ég segi þegar ég að reka áróði fyrir þýskunni sko að því Þjóðverjar þýða svo mikið og hafa gert í gegnum aldirnar þá hægt að ná í allan anskotan á þýsku sem ekki hægt að ná í á ensku sko. Já, talandi innflytjendabókum, það kannski bara rétt að koma að það svona aðeins sem þetta rís á Íslandi. Já, þetta að koma. Það mjög spennandi. Svona Sabrit, Polyphonia og alveg nokkur höfundar líka bara með bækur, nokkur höfundar að fá ritlaun og af öðrum uppruna sem bara mjög gleðilegt að þetta sé að gerast. Það rettir fá og þeir eru vonandi bara rétt að byrja að koma. Já, maður búin að bíða eftir þessu sko og við þurfum að hafa bara heilan þátt það því að við erum búin að synda mjög upp á tíman held ég.
Já, ég held einmitt að það sé að bara öflið þátti tækifæri. Já. Og mjög gamanandi. Og bara, já, bara rétt svo við klárum. Hérna, við ætlum að enda þetta í Færeyjum. Sofía, þú til langa fjalla þessum færeysku bókmenntum. Ég var án svo stressað á tímanum, ég held að það yrði ekkert af því, en það væri gaman að tala ekkert í heimsóknum færeyska bókmenntir, af því að sko ég hef nú fylgst mjög vel með færeyskum bókmenntum, ég hef mikill Færeyja aðdáandi og hef farið þangað mörgu sinnum og hef farið þangað 3 sinnum sem gestakennari og kynnt mér færeyska bókmenntir mjög vel, og það sem svo skemmtilegt við það að maður hefur yfirsýn frá upphafi, frá því að færeyska ritmálið byrjaði, sko, maður getur bara að kunna alla bókmenntasöguna, sko, þá undanskilja sjálfsögðu munnlegu hefðina, en það eitthvað mikið að gerast í færeyskum bókmenntum þessa dagana, þær eru bara blómstra, það eru að koma nýjir höfundar og sérstaklega eru við höfum náttúrulega höfund eins og sem kannski margir Íslendingar þekkja, Karl Jóhann Jensen, sem hefur sterkar tengingar við Ísland, hann var hér að læra og bækurnar hans hafa alltaf tengingu til Íslands, gerast þar og við náttúrulega fengum hérna ósögur djöfulskap í frábæri þýðingu Ingunnar Ásdísardóttur og síðan hefur hann skrifað nokkrar skáldsögur. En það ekki síst sem sagt, það að gerast þar eins og hér, að það að koma inn ungt fólk og ungar konur sem eru að gera stórkostlega hluti í ljóðlist og þar get ég nefnt til dæmis Líf Róarsdóttur sem vill svo skemmtilega til að dóttir Róa Paturssonar sem eini færeyingur sem hefur fengið bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs og þannig að já, mér svona langaði að vekja athygli á þessu og við mættum, og ég get bara gert það sjálf, þýða meira af færeyskum bókmenntum og kynna okkur betur þessa yndislegu nágranna þjóð okkar. Þá held ég að þetta verði bara góð lokaorð, kynna okkur færeyingana betur og þjóðverjana og þýskuna og færeyskuna. Bara rétt að lokum, bara ef þið viljið, við erum náttúrulega bara rétt búin að tæpa á þessu jólabókaflóði sem náttúrulega 100 bóka, en endilega ef þið viljið lesa meira frá Sofíu eða Gauta, þá eru pistlar frá Sofíu á skald.is og Gauti með pistla á Vísi á RÚV sem ætti að vera aðgengilegir bara á RÚV.is menning ef þið skrollið niður og finnið bókadóma. En við segjum það gott í bili að vikuliðinni verður bíósmygl og eftir 2 vikur annað bókasmygl. En þangað til þá bara þakka ég kærlega fyrir mig og fyrir okkur og bara vona að þið verðið duglega að lesa fram að næsta þætti. Takk fyrir okkur. Takk. Takk fyrir.